komin að viðtækjunum. 5. pingja. Hinn 5. Það rétt. Já. Og þetta stórmerkilegu dagur í dag. Sprengidagur. Heldur betur. Sprengiþáttur í vændum. Ég var reynda með hérna eitt fun fact. Ég sá það á Wikipedia lesum daginn. Þetta það sem erlendis heitir feiti þriðjudagur. Og oft kentum við svona kjötvislur og við þekkjum það náttúrulega með hvað það? Saltkjöt og baunir. Já, jú. En það kemur ekki til greina að það verði étið á okkar borðum. Nei, ég er ólíklegur sko, ég viðurkenni það. Við erum að fara beint í einhverja kjötveislu hjá vinum okkur á dómaranum með ekki. Já, 100%. Ég veit margt heimskulara núna heldur en að hérna fara og fá sér eitt þriðjudagstilboð í staðinn fyrir þetta sprengi kjöt þarna. Já, við byrjum bara á því. Þú veist það er bara það að setja strax standart í þessu þætti. Sprengidagur. Feiti þriðjudagur. Og það þýðir bara eitt. Dominios. Yes. Heyrðu, ég vona hljóðu verið lagið núna. Já, við verðum að biðjast afsökunar því. Það var eitthvað vesen. Við erum svo djúbrataðir að... Það eru bara 2-3 vikur á tökkunum, þannig að við erum svona bara að læra inn á þetta. 3 viks á tökkunum og ég hef nú Auðun með einu enni grunaðan að vera að hrekkja okkur. Hann er búinn að vera fíkt í tökkunum. Hlýtur að vera eitthvað. Já. Heyrðu? Já, svo ætlum við nú að renna aðeins yfir samstarfsaðalina örstuð. Það er náttúrulega Dominos. Og svo er það vinnur okkar Jói, Juiceri. Joe and the Juice. Yes. Svo er nýr samstarfsaðali líka sem við vorum svona í lausu lofti með í síðasta þætti. Já, en þessi, hann er hjartanlega velkominn. Já. Og ég held að það sé óhætt að segja það. Þetta er svona eins og fyrir land og þjóð að vera með góða innviði fyrir þennan þátt að hafa hann. Þetta er okkar innviður. Já. Og þetta er að sjálfsögðu Keldan. Yes. Og það kemur náttúrulega ekki til greina annað en að sækja ásetninga beint þaðan. Nei, og ég heyrði líka spurningu. Það er náttúrulega einhverjir hlustendur í yngri kantinum að spyrja hvað nálgast þessar upplýsingar. Og það er ansið stutt svar við því. Já. Keldan. Dos Keldos. Já, því að það eru margir sem fara inn og lesa fréttir og við gerum það svona 40 sinnum á dag. Já. En 20 sinnum á dag, þá sækjum við ásækninga og sjálfsögðin á Keldunni. Sjálfsögðin. Það er leitaboxið þarna efst og við þökkum þeim kærlega fyrir þeirra framlag til. Það er bestu þakki fyrir. Já. Herri, svo sömuleiðis vorum við búin að lofa hlustendum einu og það var að fara yfir tölurnar, hlustendatölur. Já. Í 5. þætti og nú er 5. þáttur. Þá kannski bara opinbera ég það hér með að þetta eru 2500 hlustanir. Já. Rétt tæplega. Og við erum hálfnaðir. Og við rættum nú það, við værum að kommitta á 10 þætti. Og við svona, það var einhver miskilningur okkar á milli. Ég held náttúrulega sjálfsögðu að vera að meina bara eðlilegt markmið, 3600 hlustanir á þessa 10 þætti. Þú vildi 3600 á 10. þátt. Per þátt. Við vorum... Já, ég verður nú að segja, það er ansið rausnalegt, við erum fljótur í jafn okkur þegar við erum eins og 100 köttur. Já. En það var eitt sem sagði að þetta var eins og hlusta á Lars Ulrich og James Hetfield í Metallica. Þeir eru búið til gott band en þeir eru aldrei sammála. Nei. Mér fannst þetta, þú sagðir, veistu, mér þykir leiðilegt að heyra þetta, Arnar. Já, ég meina bara metnaðurinn í mér, segi 3-6 per þátt. Já, það verður spennandi að sjá. Ég gæti verið að breyta skoðun og ég er eiginlega að breyta skoðun. Það er vissulega 1% þjóðurinnar, það er 3600 manns. Já, það var markmið. Ég er að hugsa að breyta skoðun. Ég var að hlusta á 3G fyrir 1-2 vikum og Kristín Rudd var reyndar ekki en plóterinn var þarna að fara yfir eitthvað háskólaband. Já, er það 3G? Það er í það eina sanna 3G og Kristín var reyndar ekki á svæðinu en þau voru að tala um eitthvað háskólaband og ég man nú reyndar ekkert hvaða band. Þannig sem maður satt eftir hjá mér var að þeir slóðu ekki gegn fyrir á 3. plötu. Og þá fór ég að hugsa kannski er maður of aggressífur ætla að ná markmiðin á fyrstu 10. Já, ég myndi segja það sko. En þetta er vissulega að fara mjög vel á stað. Við erum búin að hanga 3-4 daga allavega í þessu topp trending á bæði Apple Podcast og Spotify þannig að við bara þökkum kærlega fyrir góðar og hlýjar móttökur. Já, og til að halda uppteknum hætti þá bara eða þú ert að fylgja, ít og follow og höldum áfram með skemmtilega leikinn að posta á vini eða aðra sem hafa áhuga. Við erum búin að fá nokkra skemmtilega klippur. Já, klárt og við ætlum að fara að opinbera það í Facebook-grúpunni sem við byggum til. Við byggum til Facebook-grúpu sem heitir Deep Into Pingjan.
og bara mælum eindregið með því að fólk hérna fari inn á Facebook, skrái sig þar inn og þar verður hægt að fylgjast með einhverju svona bak við tjöldin og þetta verður svona okkar njærðir sem að elska þetta og við erum að heyra fólki sem að poppa inn að rauðvín og hlusta þáttinn og flettir svo upp reikning. Já. Það bara mjög ánægilegt. Herru, við kannski ætlum ekki að hafa þennan inngang mikið lengri. Ég held ekki. Bara að demba okkur við erum náttúrulega að vanda með 2 ársreikninga í dag. Já. Og þú ætlar að byrja núna. Já, ég ríð á vaðið. Og hvað ertu með handa mér í dag? Heyrðu, ég tók hjallastefnuna. Já, Magga Pála. Magga Pála. Já, það vinkona okkar. Og, já, það? Og frænka Auðuns. Já, frænka Auðuns. Það var aðalega tengingin sem ég hafði á hana, sko. Já, ég þekki henni ekkert, sko, en bara góð kona, ég sé það á henni. Já, mér finnst alveg stórmagna. Þetta sko, semst að fyrir mér þetta stofnaður 1989. Og veistu hvað hann hjalla kemur, eða? Nei, ég bara veit, ég verð að viðurkenna ósköp lítið þessa stofnun. Já, þetta náttúrulega ekki stofnun, þetta náttúrulega bara engarekstur. Já, það þetta er góð punktur sem þú slærið þarna. Maður búin að svona nánast frá því maður komst til vits og ára vita af hjallastefnunni og Magga Pálu. Er þetta ekki bara hjallastefnan EHF, eða? Jú. Og þetta sem stofnað og heitir í höfuð á Hjalla í Hafnarfirði sem að... Já, var það upprunalega? Já, ég kann svo sem engin frekar deili á þeim stað, sko. Nei. En... Það rosalega. Já. Ég ætla bara að leyfa þér að fara yfir þetta hérna. Já, þannig... Ég bara sjokkur með tölunar sem ég að segja hérna. Rúla aðeins tilbaka að áður við dembum okkur í reikningin að þá hjallastefnan þekktust fyrir kynjaskipt skólastarf og jafnréttis uppeldi samkvæmt sérstakri kynjanámskrá og þetta vakti upp blendan tilfinningar hjá mér því að ég heyrði að þau væri með svona skólabúninga á annað og maður hugsaði þetta oft þegar maður var yngri hvað ef ég var í Bretlandi núna í skólabúning og þetta var náttúrulega til að koma í veg fyrir stríðni og fleira en þetta greinilega já, hvað getur maður sagt tíðkast hér og við líðið þó það sé ekki í kannski almennu námskráni og hvernig var þetta hjá þér í Vestló? Var þetta eitthvað? Nei, það var gollur, voru mjög heitar þarna á þeim tíma. Já. Það var bara að mæti einhverju Gucci gallabuxum og gollu og einhverjum flottum ból, sko. Þá félstu bara inn í hópinn, sko. Já. Ég var doldið í the sweatpants. Sweatpants og golla? Gömlu góðu bómullar buxunar bara og nei, ég var nú kannski ekki í gollunni þá. Það var aðalega bara, ég var í inniskóm og ból, sko. Ég var ekkert að, þú veist, það voru náttúrulega sumir sem að mættu náttúrulega alltaf bara í 3-piece einhvern veginn. Í Vestló? Já, þú veist, kannski ekki í 3-piece en bara uppstrílaðir, Já. Bara efni í sér þátt, hvernig... Já, ég hef nú ekkert á móti því fólki, en sjálfur kýs ég að klæða mig bara þægilega, sko. Já. Heyrðu, áður ég dembi mér í hjallastefnuna og sem þessa sögu og stofnun, þetta að verða, já, þó nokkur ár sem að hafa legið í valnum þarna í þessum rekstri. Þá ágætt að benda það 2019 þá fara þau í útrás og semst eitt af dótturfélögum samstæðunar heitir Hjalli Model þar sem þau keyptu leikskóla í Glasgow og það verður gaman að fylgjast með því þegar framleiða stundir hvernig sú útrás gengur en ef við kíkjum núna bara örstugt yfir á ársreikningin og það verður kannski smá óreiða á mér því að mér finnst svo leiðilegt að fletti gegnum samstæðareikninga. Já, þetta samstæðareikninga. Já, fyrir hjallastefnuna. Tiltölulega nýtt á nálinni sem sagt að þau aðskildu allar ekstra reyningarnar í sérreikninga sem þá leikskólar og svo kemur það í ljós að þau eru náttúrulega með 3 grunnskóla í rekstri líka sem bara gott og vel. En helsti eigandi eins og fyrir hefur komið Margrét Pála Ólafsdóttir með 74,46% eignarhlut. Já. Þannig að það hafa komið inn hluthafar í gegnum tíðina. Þetta er náttúrulega samkvæmt 2020 eða ekki? Jú. Hefur þetta eitthvað breyst? Varstu eitthvað kannaður það? Nei, ég var ekkert að flett gegn Við náttúrulega göngum út frá því bara að þetta sé svona? Já, klálega. Og eins og var nú alltaf sagt hérna í den Notable Alumni að þá tekur maður einn hérna Notable Shareholder að Rannveig Rist á þarna 0,28% ásamt fleiri góðum hluthöfum sem að ég ætla svo sem ekkert að fara að þylja upp. En þetta fínasta starfsemi sem á sér stað þarna og ef við bara dembum okkur í rekstrar tekjurnar og þá byrja ég að taka samstæðuna það þú varst nú búin að sjá það. Já, ég er bara sjokkerandi tölur. Já, 4,2
milljarðar. Já. 4 milljarðar 266.571. Nei, 4 milljarðar 266 milljónir. Já, 571.000, já, akkurat. Þetta slatti af aukastöðum hann. Já, og svo var eitt hérna, út af því að ég kom nú inn á það í síðasta ársreikningi sem við vorum að taka, sem var þarna með Flugger. Emmett. Það sem við tókum eftir að þeir voru með rekstrar árið, hvað var það, 30. maí eða eitthvað? Já, þetta það hafa bara í huga að ársreikningum Móðurfélagsins fyrir tímabilið 1. ágúst til 31. júlí. Já. Og þetta rokkar svolítið á milli leikskólana sem ég kíkt á, sem að, þannig svo sem að hægt að gera samanburð þótt að muni einhverjum mánuðum, sko. En þetta væntanlega til að gera upp á milli skólaárana, en það tekjuvöxtur og allt sem þetta gengur út á bara nemendur, og ég svo sem verða að viðurkenna þessar tekjur, þetta er náttúrulega bara greitt af sveitarfélögunum. Já, það ekki það? Jú. Já, einmitt. Þetta hefur alltaf verið smá mysteri fyrir mér, sko, þessi hjallastefna. Ég búin að heyra einmitt að hún sé einkarekin og að þú veist, einmitt, þetta eitthvað niðurgreitt. Já, já, ég reyndar, ég ætlaði nú að... Við ættum kannski ekkert að vera að rýna eitthvað í það. Nei, sko, það stórfelld hætta á einhverju mistúlkun hérna. Ég ætla bara að segja, ég var skítrættur í þessu researchi, sko. Þetta svo mikið bitbein hjá fólki. Ég meina, ég sjálfur þeirri stöðu að vera að bíða eftir að komast inn á leikskóla og maður bara að passa sig. Það líka, þetta ekki nánari útskýringar á þessu í ársreikningnum, sko, að með sýnist. Nei, en það sem ég ætla að henda hrósi á Kópavogsbæra. Það hægt að fletta upp, sem sagt, tekjum pör, eða sko gjöldum pör leikskóla í Kópavogi. Og þar ekki annað hægt að sjá heldur en að þetta sé náttúrulega bara niðurgreitt af sveitarfélögum og ríkinu, og ég gerir hastlega ráð fyrir að sama ég við með hjallastæðenduna. Heyrðu, eitt hérna þegar maður að dempa sér inn í þennan bransa, maður lítur eftir koksinu góða, sko. Það bara eiginlega non-existent. Þetta í reikningum nefnt sem skólakostnaður. Já. Og þetta væri þá eins og kostnað að vera seldra vara. Í rauninni, en eftir því sem ég flett upp fleiri ársreikningum hjá einkareknum leikskólum, sem ég vissi ekki að væri svona margir, þá þetta mjög mismunandi hvað þetta heitir, og í rauninni stærsti kostnaðarliðin til að líti í, og hjá öllum, yfir þetta spektrum, það laun og launatengd. Það bara, já, blessaðir leikskólakennararnir og hvað þau eru með á ári. Og hjá samstæðinni þetta 79% af tekjum, þannig að þetta helviti drjúgt. En tæpur 3,4 milljarðar. Já, og það sem svona í rauninni auðvitað sem heldur drjúgt, en þetta náttúrulega samfélagsstefna að reka þessa leikskóla, þannig að það mjög erfitt að vera með einhverju financial analyst gleraugu á því að hvað að hagræða að draga niður, sko. Það erfitt hér, sko. Og svo ég komi nú inn á af hverju ég svona skítræddur við þetta, að mamma náttúrulega leikskólakennari og búin að vera í 20 ár, og það að minnstakosti 2 sögur á leikskólanum í hverju einasta kvöldmat hjá henni, þannig að maður bara að passa upp á að fá heita kjötbólur næst þegar maður mætir, sko. Ég sé að þau halda út í slatta starfsfólki þannig, 424. Já, þetta eru semst 400 starfsmenn á launaskrá, sem bara ansi gott, og svo kem ég inn á það, sko, þetta skiptist í rauninni í tvennt. Hjallastefnan leikskólar stendur undir 3,2 milljörðum af rekstrunum, og svo grunnskólar eru 715 milljónir. Og sem sagt, leikskólanir eru þarna, þau geta frá mér aftur starfsgeldin, já, 349, þannig að drjúgur hluti af tekjum leikskólanir. Já, annar rekstrakostnaður 2% skrifstofuhúsnæðis, sem þá skrifstofuhúsnæðis, og svo einstaklega lágar afskriftir, þannig að þó má nefna, já, ég kemur inn á það í efnaðinum. Já, þannig að overall, þá erum við að tala um 129 milljónir í rekstrarhagnað fyrir afskriftir, eða þessa gamlu góðu EBITDA sem við þekkjum. Og nú myndi örugglega einhverjur vekja upp stór aug og fauta, hún að hagnast 129 milljónir. Já, bannað að græða á Íslandi. Já, og sennilegast í þessum bransa af öllum, að þá viljum við ekki sjá milljandi hagnað, sko. En þetta bara 3% EBITDA. Og
ef við tökum dæmi sko, þá eru grunnskólanir í þessum reikning á 0% EBITu, þó þú séu rétti með við nullið, þá er þetta 2 milljónir í EBITu og já, þú veist, Cox plus laun 87%, 93%, þetta er svona óvenjulegt kannski. Þetta er óvenjulegt og eins og ég segi, maður er stóru augu hérna í dag þegar þú sagðist við erum með hjallastefna. En skemmtilegt að skoða þetta einhvers ég er bara á nálum, maður skelfur að fara yfir þetta skelfing kvíðin og halva ómögulegur hérna einhvern veginn því að ég vil bara að sé leikskólapláss fyrir sem flesta sko, en ekki viljum við að fólk sé að hagnast á okkur sko, auðvitað ekki. Já, heyrðu, langsamlega stærsta eign móðurfélagsins er ekstra fjármunir og þau eiga sem sagt fasteignirnar sem eru einhvern hlutaðum allána. Bókfærar á 750, afskrifað 2% ári. Já, býttu hvað, er þetta bara fasteignafélag eða? Já, það má segja að móðurfélagið sé það, sem er bara gott og vel. Og maður hefur nú svo sem heyrt aðra businessa sem eru kannski þjónustudrifnir að þegar kemur að því að selja þá segja ég verð aldrei ríkur að rekstrunum en fasteignin sem ég náða að koma undir mér mun borga allir lífurinn. Það er steypan. Það er alltaf steypan. Heyrðu, skuldir, skammtíma og langtímaskuldir eru 430 og þá mest sennilegast bara í fasteignalánum. Skammtímaskuldir 370, þannig að þetta gerir heildarskuldir upp á 812 milljónir. Já. Og nú fer örugglega einhverja sem eru farnir að hugsa prónefnd viðurkenndra bókara og þriðja testamentið. Búin að vera að skoða lykilkennitölunar. Já. Þetta er hátt skuldahlutfall. Þetta er helvíti hátt skuldahlutfall. Ég myndi halda það. Og þess vegna er maður eiginlega bara, það er nú gott að hafa, þeir eru nú farnir að kalla þið Messias þarna í lögnefnd, í prónefndinni. Prónefndinni? Já, þeir búin að segja með það, þeir eru bara búin að vera að bíða eftir Messias og svo kemur þarna bara gangandi á vatni og vitnar í það í hverjum þætti. Já, beint í þriðja testamenti. En sko, skuldahlutfallið, helvíti hátt. Hvað er þetta ekki 80%? 88%, 85% í leikskólanum, 97% í grunnskólanum. Já, ég kíkti hérna á aðra leikskóla til samanburðar Dignitas leikskólinn vina minni og Sigalda sem er sem sagt á einkarekinn skóli í Kópavogi en þó með þjónustusamningu í Kópavogsbæ og það lítur þetta nú eilítið betur út skuldahlutfallið þar 57-38% kannski aukaatriði sko þannig að þetta er alveg frekar hátt sko. Það er svo sem það nú kannski ekkit endilega að vera slæmt ég meina ég veit ekki með að við þennan rekstur, þetta rekstrarform þá kannski, veit ég það nú ekki alveg? Nei, ég bara, þú veist, ég segi bara, ég tek hattinn ofan að nenn að standa í þessu sko, þetta er alveg heljarinn að velta, 400 starfsmenn, fólk er að fá greitt laun og standa í þessu, það er einhverja skuldir, so what, hvað ætlar að gera í því? Já, ég segi það. Binni í bankanum, hann endur fjármagnar. Já, bara að lefa sem ella. Kíktur eitthvað yfir hérna... Heyrðu, ég fór í... Skammtímagreiðslu? Já, það var svo hart sko. Að það? Þú ert svo kvíðin í dag. Já, það er skelvingar í kvíðin sko. Hægt að skera hérna andrúmslofti með hníf sko. 0,25. Nei! 0,20 á leikskóluna. Og... Svo er þetta svo erfitt, ég meina, það má ekki hækka leikskólagjöldin og það má ekkert gera, sko, en öll viljum við koma krökkunum inn á leikskóla, þannig að... Já. Heyrðu? Við ætlum nú ekkert að fara að gefa neinn ráð hérna. Nei. En þetta er bara eins og það er og en þetta getur náttúrulega líka verið fljótt að breytast. Já, og það er svo sem allt í lagi að koma inn á það að það horfi til betri vegar í þessum efnum, því að ég tók að sjálfsögðu söguna og skuldahlutfallið er sem sagt, það var rétt hjá þér 80%, 88% sem sagt 2015. Já. Þannig að það er verið að keyra það niður, langtímaskuldir hækka til skiptis, en veltufjárhlutfallið hefur verið að horfa til betri vegar, var 0,09 til dæmis 2015 sko. Ok, þannig að það er eitthvað, það er alltaf gerast. Já, og svo þessi útrás og vonandi með það bara margborga sig, við svo sem þekkjum ekki þessa skóskuleið sko í þeim efnum, en við vonum það besta. Já, heyrðu, þá skulum við stökkva í gleymistreymið í boði Jóa Djúsara. Ég held að sé langt best bara þegar kemur að þessu. Mitt uppáhalds, sjóðstreymið. Að bara Djús og samloku, lesa yfir þetta, hugsa hvað samlokan er góð og Djús rennur vel niður. Og þá áttar ég á því, hagnaðar ásins 61 miljón. Fjármögnunarhreyfingar, veltufé frá rekstri. Þetta blandast allt inn. En það sem skiptir náttúrulega máli er bara breytingin á handbærafénu. Þannig að handbærafé í byrjun ás 21, lok ás 15, það er
Þetta svona frekar lítið í pingjunni svona með að við veltu. Já, ég held þú sért ekki, ef það var eitthvað skamtíma áhlaup, þú ert ekki að borga 400 starfsmönnum laun með 15, en... Nei, þú ert ekki að því. En þú veist, þetta hlýtur að vera bara garantíð af sveitafélaginu eða öðru, sko. Já. Þetta bara, sko. þú veist, ég vil örgulega erfitt að vera í þessum rekstri, svona háður því hvaða skorðu þeir eru settar og... Ég held að bara, allir... Mátt ekki græða... Nei, Þú átt að veita 100... topp þjónustu, þú átt að vera með fólk sem er ánægt. Alltaf það eru margir boltar sem þarf að halda á loftið þannig, sko. Já, þetta er, og svo er þetta bara, þú veist, þetta er grunninnviður í íslensku, eða okkar samfélagi, bara koma börnunum í leikskóla og... Ég segi bara hattur ofan. Já, hattur ofan, fyrir þessu. Heyrðu, þetta er bara helst gangandi. Já, til að binda hjallastefnuna, þá verð ég að segja, sko, núna er maður alltaf eins og ég segi, maður stendur fram fyrir að fara að henda krakkanum á leikskóla. Það eru mismunandi stefnur í gangi. Ég hafði spáð í þessu og ég sá til þess að leikskólinn Aðalþing er að vinna í anda hugmyndafræði Loris Malaguzzi á Ítalíu. Ok. Nei, ég er náttúrulega ekki barshafandi, sko, þannig að ég þekki þetta ekki. Nei, þetta er einmitt, sko. Ég hef lítið spáð þessu, ég verð að viðurkenna það. Það sem umturnast mest í lífi manns við að fæða barn, eða eignast barn er einmitt þetta, sko, að þurfa að fara að spá í svona hlutum, sko, sem maður hefur heyrt það. Já. Þetta sé bara á vissin. En já, það er ýmis hugmyndafræði þarna bakvið og hjallastefnan er meina þeim. Ég hugsa að ég fari bara að segja þetta gott. Þetta er náttúrulega, ok, það sem er sláandi er bara, þetta er risavaxin rekstur í útrás. Þetta byggir á hugsjónum einna mannesku og ég komið þetta langt. En það er barningur held ég að standa í þessu. Já. Og... Nei. Já, nei, en þú veist, já, þetta er bara virkilega erfiðar rekstraraðstæður hérna. Já. En það er verið að gera vel, þú veist. Já, sko, já, svo bara, þú veist, maður verður bara að passa hvað maður segir. Ég meina, það eru rítilur bara á félagsmiðlum með fólk að rífast yfir hvort það er að bjóða upp að hafragraut eða ekki, sko. Já, svo er það líka krátið sem þú ert með þarna, þú veist, bara sem að þú þarft að, svona, hvað segir maður? Hafa hangandi við þér, sko. Já. Veist, það er stanslust verið að pikka í hitt og þetta í þessu. Já. En þess að segja, ég svo sem þekki það ekki, en maður hefur bara, þú veist, þetta er mikið hittamál. Já. Og, já, þess að segja, ég held að það sé ekkert. Ég ætla ekki að allavega vera að kommenta eitthvað á það. Nei, þú veist, það er bara það sem er erfiðast við að gera þessu skil er, sko, þú veist, það áeiginlega ekki að horfa á þetta sem eitthvað svona, ég veit það ekki, sko. Þú veist, eins og kanslarinn í Kviku, hann er ekkert að detta inn og spá í ebitinu upp á að fara að kaupa og selja, sko. Þetta er bara, þú þarfst að hafa hugsjón á fólk sem nennir að fara að stað. Já. Algjörlega. Ég held að það sé bara best að við... Já, segjum það gott, ég er bara, þú veist, og ekki illa meint, þetta er bara, það er erfitt að spá í þessu, sko. Auðvitað ekki, þetta er einmitt, þú veist, maður er fyrst og fremst einhvern veginn, sko, þetta er bara svo mikið hark, skilur. Já, þetta er bara líka að renni gegnum þetta og þú veist, þetta er... Ég segi bara fyrir ekki meira, sko. Og hattur minn er tekin á ofan, sko, bara margóft. Já, klárt. Ég bara vildi að það væri fleiri skólar hjá henni, þannig að það væri ekki... byðvandi í sveitafélagunum, en svona er þetta bara og við lefum nú sveitastjórnarkosningunum að aðast meiri þessu heldur við ætlum að gera. Algjörlega. Og ég lofa að ég taki eitthvað sem að væri okkur fjárfyrstanan til að kynna undir pingjunni, sko. Já, algjörlega. Herðu, nóg kom að því. Herðu, ég er núna komin yfir bara í tískubransan. Já, býttu nú við. Það er Lindex. Já, heyrðu. Tískuvöru verslunin Lindex, eða þú veist, eða það ekki það? Jó. Þetta er svona aðalega samt fyrir börn og konur. Já, ég sé mér þess að bara fatnaði fyrir alla konur ef ég skrifa Lindex. En þú veist, jú, við ættum nú flestir að þekkja þá verslun. Þetta eru 8 verslanir á Íslandi, það er að segja. Og fyrirtækið heitir LDX19 EHF og það er í eigu hjónana Lóu, sko þetta er Lóa Dagbjörn Kristjánsdóttir og Albert Þór Magnússon sem að sjá reksturinn.
og skipta þau samkvæmt ársreikningi jöfnum hlut þarna. Þetta opnar LDX, þetta opnar hérna 2011 og þá þau eiginlega bara, kornung, réttar rúmlega 30. Nei. Höfðu verið hérna saman í námi út í Sæluríkinu Svíþjóð. Þetta sænst í grunninn? Já, Lindex sænst, já. En ég sé að, þau þannig kornung, ég set þau hérna inn á Íslendingabók bara til að tjekka á aldrinum. Herri, þá kemur í ljósa að ég og Lóa, við erum 5-menningar, sem náttúrulega bara glæsilegt, fann að fjalla frængu mína þarna. Býtu hvert má reykja þær eftir? Ég veit ekki, við erum bara 5-menningar. Það allavega ekki austur og hér, að? Nei, það ég veist ég nú. Reyndar Lindex á Egilsstöðum, ég sá það. Já, það mitt. Ok, en þar samkvæmt fréttaflutningi, þá var hún með vefverslun út í Svíþjóð, þar sem hún var að skaffa Íslendingum Lindex-vörur. Og ég ger ráð fyrir bara svona í framhald að því hafið þau fengið þetta umboð. Veitu hvað áttu við? Var hún að kaupa fyrir í Lindex og senda heim, sko. Það svona miðað við fréttina sem bara mjög sniðut. Djúvillega nett. Og þú veist, og með það á ferilskráni þá held ég að hún var að brókera föt. Já, basically, sko. Lindex miðlari. Þannig að hún hefur verið bara sennilega bestið þess fallin að fá umboð þarna, eða hvað réttin á að opna, eða hvað þetta nú heitir. Hvað allir sé komissi á svoleiðis? Ég veit ekki. Nei, ok. Ég fór ekki svo djúpt í það. Nei. En kannski ég geti bara heyrt í henni, þetta er náttúrulega frænka mín og það er alveg hægt að skoða það, sko. Næsta þetta mót. Herðu, bara, ef við byrjum bara í rekstrartekjunum, eða kannski að fara aðeins yfir söguna, sko. Nú skoðaði alla ársreikningana, bara aftur til ársins 2011. Og það var náttúrulega allsherjar vesen með ársreininga hérna fram að 2016 og þú veist það bara sýndi ekki tekjurnar eða sundulina, það var bara hægt að sjá rekstra hagnaðin. Og þetta byrjaði nú strax bara nokkuð sterkt hérna 2011, hagnastu rúma 15 milljónir króna. Taka alveg svo rækilegan kippinn á 2012, hagnastu 60 milljónir og 76 2013. Og þú veist, hér erum við bara að tala um hreinan hagnað. Þannig að þetta hefur farið mjög vel af stað. Svo byrja tekjurnar hérna bara að líta dagsins ljós í ársreikningunum 2016 og þá sjáum við að þau eru að selja sko vörur fyrir tæplega 1,5 miljard að meðaltala á ári. Sko síðasta ári 1,7 miljardur, árið 2020 segi. COVID. Og þú veist, þetta eru náttúrulega bara stórbrónda tölur. Já. Meira en ég átti vona. Veistu hvað marga búðir eða? Ja, sko 2020, ég held að þau halda úti 8 búðum í dag. Wow. Hvort það hafi verið 7 eða 8, ég þori ekki að fara með það, ég fann ekki út úr því, ég reyndi að komast að því, en það var bara ómögulegt. Já, þetta allavega ekki, þetta er ekki einhver ein bara í smálunni, þetta alveg nokkuð. Já, það eru 2 þarna í sko kringlunni, kringlunni. Já, ég sé þetta núna, Lindex Stöðumur og Lindex Kids. Svo þetta Akranes, Egilsstöðum, Selfoss, það góð landsbyggðarstrategi í þessu, ég að fíla þetta. Það mætti vist helmingur bæjarbúa á opnun á Egilsstöðum. Hvaðan hefur það? Það stóð í frétt. Þetta allan að 21,3% vöxtur hérna á milli 2019 og 2020 og þetta þú veist, þetta ekki bara þessi COVID-netsölu áhrif? Jú. Þú veist, maður að sjá bara, þetta orðið gegnum gangandi bara í flestum fyrirtæki sem við erum að taka fyrir að þau eru bara stór auka veltuna hérna á milli 2019 og 2020 og það náttúrulega alveg stemmir, þú veist, miðað við þessa internetbyltingu, eða sko netverslunarbyltingu sem að varða þarna á þessu árið 2020 þannig að ég var til að hendi eitt quiz inn í Deep Into Pingjan Facebook-hópurinn að við myndum fá með okkur lið fólk að velja winners of COVID og losers of COVID. Já, það er alveg hægt að skoða það. Bara hvað fyrirtæki eins og Lindex, þú veist, voru í alvörinni bara þessar hömlur sem voru settar, það er bara Já, það virðist vera að þessi fyrirtæki hafi bara hafi verið bara hver varan á fætur annari uppseld í netverslun. Já, sér það sko. Þetta hefur verið lán í ólóni þessi COVID-patta sko. Já. Ég held að þeim hafi nú ekkert verið gert að loka nema bara, þú veist, var þetta ekki bara einhverjir 2 mánuðir þarna? Mars, apríl og svo einhvern veginn átti að fólk segja já, ok, við getum nú alveg það var ekki lokað, það voru þessar samkomu takmarkari, 10 manns og þá lentu verslanir í því að þurfa að gera eitthvað og sumar þurftu að loka, ég man ekki hvernig það var en allan á netsalan, ég ger fastlega ráð fyrir því að það hafi í stóran þátt í þessum mikla vexti þannig allt í einu á milli 2019 og 20. Já. Þetta ef við skoðum sem sagt frá 2016, ég reyndi að skrifa 2018 en það örugglega frá 2016 til 2020 þá 4,8% meðaltekjuvöxtur á milli ára
og stór þáttur af því náttúrulega þannig 2019-20 þar sem að þetta 21,3%. Þannig að þetta var búið að vera svona stabilt í kringum 1,4 til 1,5 milljarða í sölu þannig á hinum árunum. Þannig að bara... Þessu hefur greinilega verið vel tekið, sko. Já. Þannig að það bara feikið gott. Koksið, kostnaðarverð seldra vara. Ok, spennandi. Það vörunotkun í ásreikningnum og það árið 2020 660 milljónir króna. Það nemur 38,3% af sölunni sem að gefur okkur það að álagningin 161%. Ok. Þarna fór ég að skoða svo aftur og þá kemur ljósa að það 171% álagninga meðaltali síðustu 5 ár. Mér fannst það freka mikið. Þú veist, það svona strækkaði mig dálítið sem slatta álagning. Erum við með, tókst einhvern samanburð eða? Já, það nefnilega málið. Við skulum sjá hvort að það standið samanburð hreinlega og þá kemur ljósa NTC. Já. Þeir að leggja 104,8% á. Jú, ok. Svo það talsvert læra. Og bestseller 145% og svo H&M 207%. Þú veist, þarna H&M kóngurinn, ég minna, þau kunna vel að smyrja á, sko. Já. Þannig að en 171% virðist þá vera bara svona einhvers konar í meðalagi í þessum bransa. Þannig að þau eru bara þarna, Já, þetta svona, þú veist, þessi geiri, þetta svona, tísku vörur á viðráðanlegu verði og en þar virðist 171% vera bara svona nokkuð eðlileg álagning. Þetta ekki þessi við kallum slow fashion. Nei, þetta svona fast fashion. Þetta fast fashion. Það ekki það? Talaðu ekki það? Jú, ég held það. Ég veit það ekki, sant. Ég hef keypt föt frá mörgum af þessum sem ég nefndi upp á þann og þetta... Ég til dæmis bara í slow fashion. Já. Það alveg rífandi notagildi í þessu, sko. Ég dreif það ekki efa. Ég held að dýtnefndur gutti minn sem gangi mikið á lindagsfötum. Já. Herðu, laun og launaþyngd gjöld. Okay. Við renna þessi yfir það. Það 376 milljónir króna. Og af því 304 bara í hrein laun. Ársverkin eru 45 árinu 2020 og það gerir 563 krónur að meðaltæli á mánuði á hvert starfsmann. Og það bara feiki gott. Ég bar saman við bestseller, þeir eru með 521.000 krónur á starfsmann á mánuði. H&M 345.000 krónur. NTC 242.000 krónur. Og þarna rækið svona upp hálf stóra augu, sko. Mér skilst samkvæmt grein sem ég las að þau hafi verið í hlutabótaleiðinni og þannig að það getur náttúrulega vel verið að þessi tala bara gefur hreinlega rangamynd. Okay, þannig að en ég fann ekki út með hinn fyrirtækin en það kom allavega skýrt fram í fréttinni að NTC hefði vart lifað af ef að þau hefðu ekki fengið hlutabótaleiðina frá ríkisstjórninni í kringum COVID. Ein spurning út ungunum. Bestseller, á maður að vita hvað það eða? Já, bestseller sem sagt Jack & Jones og Selected og hvort það sé ekki með vera á móta og alls konar svona. Ok. Já, þeir eru í sustainable fashion. Og NTC þá Gallery 17 og G-skór og þetta svona bara til að taka þetta fram og H&M náttúrulega þekkja flestir bara sem H&M. Þetta svo gott nafn, bestseller. Já, einmitt. Herðu, EBITDA. Give it to me. Meðal EBITDA-framlegð frá 2016, það 14,3% sem bara afbragðs hlutfall. Þetta rúmlega 345 miljón króna EBITDA árið 2020 og það gerir 20% EBITDA-framlegð sem náttúrulega bara ridiculous, sko. Já. Og til samanburðar þá var NTC í 9,1%, bestseller 10,9% og H&M 5,7%. Nú það þannig, þau bara bera höfuð og herðar yfir bransan. Já, má segja það að þau hjá Lindex byrja þarna höfuð og herðar yfir samkeppnisaðila. Já. Herðu, hagnaðurinn. Þau eiga skilja að sprengja inn að kjötveislu á dómanum í kvöld. Það aldrei að vita, nema þau gerir það. En hér hreinn hagnaður upp á, ég veit þú trúir svo ekki, 220 milljónir krónar árið 2020. Þetta bara svo meðalstór útgerð á sæmilegu rekstrarári, sko. Já. Þetta alveg bara sláandi hagnaður. Já, þetta bara fata útgerð. Já, hér með sko hagnaðarhlutfall upp á 12,8% og það hærra en EBITDA hlutfall allra samanburðarfélaga, sko. Vá. Þannig að
Þetta er bara fólk háðu þessu stórbrotið sko, það virðist vera. Þetta er bara eins og majónesi sko, fólk fær ekki nóg. Nei. Og japanska þá eða? Já, eða bara íslenska. Það er MSG alltaf MSG í fötunum þarna sem að trekkir að. Það er einhver líkara sko, en sko þau eru að hagnast hvað er þetta? 889 milljónir króna á árunum 2011-2020. Þetta fólk kann að prenta peninga sko. Þetta er seðlabankastjórar GoBox. Já, ég meina peningastefnin seðlabankans þarf bara að vera í viðbragðsstöðu þetta er bara fyrir næsta uppgjör, þetta er bara ómikið af peningum í umferð hérna. Hvað er að gerast? Þetta er eins og Óttar í Tösti sko, hann neitar að slökka á peningabrentvélinni. Já, nógum það, rekstrarreikningurinn, hann lítur bara mjög vel út. Ég held að það sé alveg óvægt að segja það. Eignirnar, ef við förum yfir í efnahagsreikningin, þá sjáum við í eignum, þar eru fasta fjármunir upp á tæpar 528 milljónir króna. Og mestu hluti þar eru varalegir rekstrar fjármunir sem eru bókfærar á 522 milljónir króna. Þannig að heildarfjárfesting í rekstrarfjármunum yfir líftíma félagsins eru 850 milljónir króna sem þýðir að það er búið að afskrifa 328 milljónir. Akkurat. Þannig að það er búið að afskrifa einhvern slatt af þessu. Við erum með fasteignir þú veist, það hafa verið keyptar fasteignir upp á rúmar 160 milljónir króna. Svo er eitt með þetta, það er alltaf svo svakalega hátt í þessar innréttingar. Já, innréttingar, einmitt. Það er náttúrulega kostar að innrétta búðirnar og allt þetta sko. Þú ert að trekkja fólki að það er búið að fjárfesta fyrir 463 milljónir króna í innréttingum. Glæsilegt. Og já, þetta var bara svona létt yfirferð yfir þessa fasta fjármuni, svo dæmum við okkur bara yfir í veltufjármuni, þetta eru tæpa 675 milljónir króna og þar ber helst að nefna handbaraféð, það er 185 milljónir króna í lok árs, handbarapingjan, nóg til þar. Já, svo eru það byrðirnar, það eru 160 milljónir króna að byrðum undir veltufjármunum og þar ef við kíkjum aðeins á velturhraðan, þá er hann stuðullin 3,6 sem segir okkur það að lagerinn er að endurnýjast 3,6 sinnum á ári. Já, skemmtilegt. Þetta er nefnilega það sem að gerði þetta svo erfitt eins og með hjallastefnuna, eins og gaman að kíkja á reikningin. Það er svo erfitt að bera saman og fá einhvern skemmtilegan metrik. Það var ekki sérlega mikið ég fæ bara, ég er með hroll á að skuli segja veldur hafi byrða út af því ég fekk ekki að upplifa þetta. Nei, segðu með tölun eins og enn. Þetta er 3,6 sko. Og það þýðir í rauninni að þetta eru svona 100 dagar sem að tekur á meðaltali að endurnýja lagri. Til samanburðar er NTC með 167 daga, bestseller 82 daga og HM 116. Þannig að bestseller eru bara... Bestseller er í rauninni að skipta lagernum út oftast sko. Þannig að það virðist vera slætt að velta á þau eru svona nokkuð nálægt hvort öðru. Já, þetta er svona rokka frá 2,1 upp í 4,4. Já. En þá standa heildareignir í 1200 milljónir króna. 1203 til að vera nákvæmur. Þannig að það er nú að eignum hér inni sko. Já. Herðu, skuldirnar þær eru 801 milljón króna. Þar sem langtíma skuldir eru 293 milljónir. Við tókum lán tók ég eftir í sjóðstreyminu árið 2019 upp á 200 milljón króna. Það kemur nú kannski þú veist, já, það kemur ekkert fram af hverju eða fyrir hverju þetta var eðlilega, en þetta kemur svo sem ekkert óvart, þau hafa verið í miklum fjárfestingum, þannig að keyptu einhverja rekstrarfjármuni fyrir 300 milljónir króna árið 2017, það er bara 100 árið 2018. Þannig að þetta félag þarf að skuldsetja sig eins og hvað annað fyrir framkvæmdum og öðru. Þau eru bara í vexti? Ég segi það. Expansion? Já, það lítur allan út fyrir það með að við vöxt á tekjum 2020 og 19. En bara stórfínt. Skammtíma skuldir, það eru 508 milljónir króna. Ég er nú ekki mikið fyrir að fara að dippa mér eitthvað ón í það, lítið til frásagna kannski, því getið bara hvet fólk til að kíkja á það sjálft eða vill fá dítelana. Já. En svo er það skuldahlutfallið. Það er svona sæmileg gírun, það er 66,6% skuldahlutfall. Þannig að ég fór að skoða svona sambærileg félög. Eins og NTC 65%, bestseller 90%, HM 78%. Þannig að þau verið að sleppa nokkuð vel hvað þetta varðar. Bara, já, nokkuð heilbrigt, mætti ekki segja það? Jú, ég myndi alveg halda það, sko. En eins og ég segi, þú veist,
þurfa lítið að hafa áhyggjur af þessu sko, reksturinn bara það góður og Kæri Messias, já, gæðu okkur veltufjárhlutfallið. Herru, það nú kemur það sko, það kom mér á óvart. Sko, það harðar í mælikvarði? Veltuhlutfallið sko hérna 1,33. Nú? Svo kemur lausafjárhlutfall og það harðar í mælikvarði á skammtíma greiðsluhæfi eins og við höfum haft orðað áður. Og það 1,02. Og þú veist, allt yfir ásinn bara við fögnum því sko, en þarna hefði ég viljað sjá það eins herra. En hérna hvernig var þetta? Er ekki einn ás í hendi betur en 2 í skói? Jú, svo ef þú segir það þá það þannig. Já. Og já, það í rauninni ekkit einhver fleiri blöðum þetta fletta. Ég meina þau eru bara í fínum málum þannig að þó þau sígi niður fyrir ásinn þá hef ég ekki nokkra stökustu áhyggjur af þeim sko. En hérna þau eru bara svona dálítið skammtíma skuldsett miðað við hérna það sem maður hefur séð sko. Já. En bara, þú veist, ég eins og ég sé, engar áhyggjur af þeim. Herru, eigið fé, aðeins yfir það, óráðstafað eigið fé, upp á rúmar 401 milljónir króna. Þá kann einhver þengjandi hlustandi að velta því fyrir sér, nú byrju, akkur óráðstafað eigið fé ekki herra. Þau eru búin að haglast 889 milljónir hérna yfir littíma félagsins. Jú, að sjálfsögðu hafa þau greitt hann út í arð. Það búið að dæla út arði hérna. Okay. Það eru 498 milljónir króna sem hafa verið greittar út í arð hérna á árunum 2012-20. Sem um 56% af hagnaði félagsins, uppsöfnum hagnaði sko, sem hefur verið greittur út í arð. Þannig að Lóa frænka að kassa vel inn þarna. Og spurning hvort maður fá eitthvað að njóta góðs að þessu bara sem ættingi í framtíðinni, ég veit það ekki. Stóri ástu. Við erum náttúrulega 5 menningar sko. Já, þannig að hérna, maður veit aldrei. Nei, það aldrei að vita, einn daginn kannski. En jú, þetta bara svona nokkurn veginn komið þetta hjá mér. Þetta lítur mjög vel út, sjóðstreymið, kannski aðeins að renni við það, handbæraféð. Það hérna hækkun á handbærafé á árinu upp á tæpar 109 milljónir. Þannig að inn á reikningum félagsins var í byrjun 76 milljónir króna, byrjun árs. Lokar í 184,7 milljón, þannig að þú veist, það nóg að handbærafé þarna inni. Já, ég meina, Binni í bankanum bara hlær. Já, hann þarf ekki að hafa negin afskipt af þessu sko. Þannig að hérna, já, bara svona til að draga þetta samantekt í boði Joe and the Juice sko, að hérna, þetta örugglega dýpstu pingjur sem ég hef skoðað hingað til fyrir þennan þátt. Ætli það ekki? Jú, klálega, eða þú veist, allavega það sem ég hef farið yfir sko. Já. Þannig að, eins og ég sé, það bara verið að móka út darrið þarna og það nóg til inn í félaginu og þetta bara í rauninni rekstu til fyrirmyndar. Nú ég að velta fyrir mig, gerður einhverja SWOT-greiningu? Nei, ég sleppti því. Hver áhrif Boost og ASOS? Lét það vera sko. En hérna leifum öðrum að sjá það. Já. Heyrðu. En já, ég hef allavega hérna lokið mínu máli hér. Já. Og bara, ég myndi segja bara djúpar pingjur hjá Lindex. Já, frábært. Ég ætla að maður kíkir hana næst þegar maður í Smálalindinni. Algjörlega. Ég hef aldrei farið hana inn. Nei. Hæ? Ég held ekki. Nú, okay. Já, ég veit ekki. Var það konan sem var að kaupa guttan? Já, hún hefur fengið að ég fæ stundum að klæða hann, en hún vill kaupa á hann. Hún sér innkaupin. Já. Það sé best að halda þig bara þannig. Já, ég hugsa það. Það ekki. Herðu, en nú Bella Ciao komið á. Bella Ciao. Við þurfum að fara að kveðja. Já, bara þakkum fyrir hlustunina. Já. Og minnum á Deep Into Pingjan á Facebook. Algjörlega. Í dag sprengidagur, keyrðið í kjötveislu frá Dominos. Og fá þér Joe and the Juice. Ekki. Ég myndi segja millimál eftir kjötveislu. Algjörlega. Það hljómar sem plan. Já. Herru, þá bara heyrstu aftur á viku liðinni, eða ekki? Jú. Og bara Arnar Þór og Yngvi Þór, við kveðjum í billi. Við náttúrulega gleymum alltaf að segja nöfnin okkar. Já, það var eitt sem sagði, það svolítið flott hjá okkur að kynna ykkur aldrei. Já. Nei, já, það nú ekki af ásendingi sko, en þetta gleymist einhvern veginn alltaf. Við þurfum að fara að skrifa þetta bara efst á blaði hjá okkur. Mystík. Heyrðu, takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Blessuð.